Sigur á árum í oft næsta rundi, úti á sjó þar yndislegt var. Við glóandi silfrið á Grímseyjar sundi, glímdi ég oft og sigur að bar. Ef landlegu voru þar lágu við inni, lífið á Sigló var yndislegt þá. Þá kynntist margur konunni sinni, ég krækti mína Sigló á. Á dansleiki alltaf var kraftur og kætti, kallar og konur kunnu sér í látti. Þá heyrði strax fyrir aldeilis stuna, við dögum grískur og eina veistuna. En kallarnir ákalli þandur að grestu, að hvaðið ómat og lægin í leistu. En elskaðu ungu mikið var má, þeir mættu til leiks í Hvanneyjarskál. Já, Hvanneyjarskálin var gleðin á geimi, og guðan dreng og einlaga mær. En þá lætur mig hana dreymir, eins og það verið hefði gær. Við erum stödd í Síldarminjasafninu á Siglufirði og það stendur mikið til næstu helgi, er það ekki? Jú, það verður mikið fjör næstu helgi. Jónsmessuhátíð Síldarminjasafnsins, haldin í 7. sinn. Við höfum haldið hana árlega frá árinu 2007 og það hefur alltaf verið svona eitthvert þema á hverju ári. Bæði svona, við höfum haldið málþing og gert eitthvað úr því, svona sögulega tengt, og svo haldið tónleika að kvöldi. En í ár ætlum við svolítið að sameina þetta. Það verða Gylfi Ægisson og Gústi Guðsmaður. Þeir verða tilefnið í ár og við ætlum bara að sameina þetta, ekki að hafa sér málþing og sér tónleika, heldur sameina þetta í eitt, því að við höfum unnið stuttmynd Gústa, líf hans og störf á Siglufirði. Og hún verður frumsýnd á stóra tjaldinu við upphaf tónleikana. Gústi Guðsmaður fæddur í Dýrafirði aldamótin 1900 og fór ungur var ungur sjómaður og ungur ferðaðist hann heimsins höf, var heimsins höf á erlendum skipum og kom hingað til Siglufjarðar aftur, hafði flust hingað með móður sinni en kom aftur og settist hér að og bjó hér 20 ára. Bjó einn í gömlum síldarbragga eða brakka eins og það hét áður og gerði út þennan litla bát, Sigurvin, í kompani við Guð Almáttugan. Og allur sá fiskur sem hann aflaði og kom í verð, að þetta gekk til hjálparstarfs hjá aðalega á vegum kristinna trúboða í þriðja heiminum. Að hjálpa til við að kenna ungum börnum víða heim að læra að lesa og lesa Biblíuna. Og hann boðaði orðið? Já, og svo á sunnudögum þá stóð hann hér á torginu og predikaði. Menn yfirleitt sniðgengan nema að hann færi að það væri eftir að koma hann til þess að tala eitthvað um kommunista eða ef kommar voru nefndir í hans sinn. Þá fór hann á flug og þá snýr hann við dæminu og í staðinn fyrir Guðsorðið þá bölvaði hann og ragnaði þessum mest og ekki óvinnum kristindómsins og sjálfsagt mannkynsins. Þetta bara helvítis þyslingur, eldrauður andskotans kommunisti. En hann blókaður, spannsettur. Góður peningur í biblíusjóðin þó. Nú, það má kannski nefna það að menn sniðgengan, en eftir hans dag, eftir að Síldarminjasafnið sem þá var komið á legg, eignaðist hennar bát og hann var uppgerður og stilt upp á síldarævintýri út í Hátjónir niður á torgi, að honum til heiðurs og allt það og vakinn sérstök athygli á Gústa og var hann ekki laust við það að það kæmi upp svo tilhneiging að taka hann í dýrlingatölu. Og það nú svo einkennilegt, þessi maður sem menn hlustuðu helst ekki á nema í sérstökum svona viðhafnar skyni þegar hann talaði óvinnina og bölvaði þeim, að margir þeirra fóru að hugsa öðruvísi Gústa og þó að hann hafi ekki verið spámaður í eigin föðurlandi frekar en aðrir að þá var farið svona að hugsa mann sem með nýjum hætti og menn fengu einhverja furðulega hugmynd það að reisa honum styttu á torginu fyrir milljónir króna, hann sem að lagði allt í sölurnar fyrir fátæk börn í útlandum. Eftir að heimsiglingunni lauk kaus Gústi sér heimahöfn á Siglufirði, höfuðborg síldarinnar.
Þar var athafnasemi og skipamerðin með líkum hættu og í mörgum stærstu höfnum sem hafði komið til í útlöndum. Hljómsveitin er búin að æfa og svo kemur heiðursmaðurinn sjálfur. Já, hljómsveitin er búin að æfa stíft. 10 heimamenn búin að æfa stíft undanfarna vikur. Allt lögin að Gylfa, fyrirgefðu. Það verður sem sagt einungis lögin að Gylfa sem verða flutt. Og Gylfi verður bæði meðsöngvari og sögumæður og ætlar svona að segja frá því hvernig lögin eru til og sögu textana og lagana og þannig að þetta verður skemmtilegt. Hvern sunnudag predikaði hann á torginu ef sæmilega viðræði. Ekki mætti honum andbyr, en helst voru það forvitnir strákar sem löðuðust að honum. En hérna er svona minningarhornum mann í bátahúsinu sem ekki hafa kostað neinar milljónur, heldur þvert á móti. Þetta eru gjafir, báturinn hérna og viðgerð hans var gjöf frá útgerðarfyrirtækinu Siglfirðingi og sömuleiðis styttan á hann hérna er gjöf nokkura og listakonunnar þar á meðal, aðalheiðar Eysteinsdóttur og hér er beitingaskúrinn sem að verður svona sérstakur minningarreitur Gústa Guðsmann. Við ætlum að verða þarna með lítinn skjá inni þar sem að örstutt kynningarkvikmynd eða myndband sýnt með líf og störf Gústa. Á Dýrafirði fæddist hann, þá eignuðumst við afreksmann og ættum það að muna alla tíð. Hann ungur fór að stunda sjó með sterkum höndum fiskan ró og stoltur hann við ægi á því stríð. Sjálfselskur hann aldrei var en alltaf var með huga þar sem enginn bjó og dauðinn hjó og skar. Í hjarta átt hann heita þrá, hann vildi lifa fyrir þá sem heimurinn á brjóstum sér ei bar. Á Akureyri Gústi var almættið hann ytti þar og átti við hann samtal á þeim stað. Þeir ræddum hungrið heiminn í og hvernig mætti bjarga því ef hendur margra hjálpuðust þar að. En guð hann vissi að Gústa sál var góð, það var í leyndarmála, gott var ekki að finna slíka þjark. Sko á þessari hátíð okkar núna þá er það Gylfi sem að stígur þetta skref, fyrsta skrefið inngöngu rockið á þessum tónleikum verður lagið Gústa Guðsmann sem fer svo vel á að gera vegna þess að það var Gylfi Ægisson fyrst og fremst sem gerði Gústa frægan, landsfrægan. Fólk kemur hingað í þúsundatali inn á safnir löngu eftir að það jável að heyrði lagið síðan spilað í útvarpinu. Þetta geysilega vinsæla lag á sínum tíma og það spyr Gústa Guðsmann. Til minningar hann og í þá þessara hugsjóna sem að hann lagði líf sitt í sölurnar fyrir að þá ætlum við vera þarna með litla tunnu eða kút eins og það hét og bjóða vegfarendum hér sem fara bryggjurnar að gefa nokkra aura eða krónur eða þúsundkall eða eitthvað í þágu þessa starf sem að Gústi sem sé helgaði líf sitt fyrir og hérna þannig við tökum aðeins upp merki hans. Það ætla ég að vona að missast ef við getum staðið við. Fólk er duglegt að mæta. Í upphafi stóð þetta aðalega á heimamönnum, náttúrulega. En við höfum verið svolítið líka að reyna að vekja athygli út fyrir Siglufjörð og Ólafsfjörð, Dalvík og Akureyri og Eyjafjörð og jafnvel inn í Skagafjörð. Þannig að og nú sjá landsmenn allir þið kynna þessa hátíð. Já, það er glæsilegt. Við bara hvetjum alla sem áhuga hafa til að koma og það er svona sérstakur bónus líka fyrir tónleikagesti að þeir verða þeir fyrstu sem fá að sjá stuttmyndina Gústa sem er mjög flott þó ég segi sjálf frá. Og þetta er náttúrulega eitt glæsilegasta safn landsins. Já, að sjálfsögðu. Er nokkur logið það? Nei, það held ég ekki. Og það er náttúrulega glæsilegt líka að vera hér á tónleikum. Þá er hljómsveitunum borð í 10 hérna bara á þilfarinu og við komum fyrir hér stólum og bekkjum alla bryggjur þannig að það geta verið alltaf 250 manns í húsinu á tónleikum. Já, og frjálsleg stemming. Mjög frjálsleg stemming og frábær hljómburður hérna í öllu timbrinu. Þannig að það er glæsilegt að vera hér á tónleikum. Og hér við hliðina okkur eru síldarhausar og... Síldarhausar og já, bjóð hérna við hliðina okkur, fullt af salti og síldarhausum. Þannig að það er líka hægt að koma á síldarsöltun inni ef við leyfir ekki að salta úti. Þannig að hér er allt til alls. Þetta verður gaman. Þetta verður mikið fjör. Ég held að sé alveg óhægt að lofa því. Og Gylfi mætir hér bara á næstu dögum og fer að æfa með heimamönnum þannig að þetta verður allt þaulæft og vel skipulagt. Þannig að það verður mikið fjör hérna á laugardaginn. Á ungdómsárum sínum sigldi hann heimsins höf
og kynntist fjarlægum þjóðum og misjöfnum kjörum þeirra.